lætur hann fara hérna en þá kemst hann á milli en Kristófer hérna aftur í baráttunni, gefur ekkert eftir og Gróttumenn mun ekki gefa neitt eftir. Gísli hins vegar fljótur að hugsa, kemur hann með Oliver lyftur hann fram, Bjarki hérna í smá vandræðum og Vilhjálmsson kemur hann með Mikkelsen en það sem að Blikar eiga. Brynjólfur rendur hann hérna inn á Mikkelsen og gerir mjög vel í markinu hann Hákon Rapp. Den fyrsta hornspyrna fá Blikar. Sendi ekki inn fram og dettur síðan fyrir Gísla. Gísli rennur honum hér í gegn og fyrir flaggju upp. Mikkelsen hérna klárar þetta eins og honum einu lagið en Damir lyftur hann út til vinstri á Davíð. Gísli í fætur hérna Brynjólfur inn á teginn. Brynjólfur með bakki, marki snýr strax á vinstri. Brynjólfur på endalínu, lyftur hann fyrir marki á fjær. Fyrsta marki kemur hér. Viktor Karl Einarsson gerir það á 19. mínútu eftir sendingu frá Brynjólfi Vilhelmssyni. Smertur hann á lofti í fyrsta innanfótar fast. Breiðablik 1, Grótta 0 hér á Kópavogsvelli. Viktor Karl Einarsson maðurinn sem opnar þetta. Sjáum við það, Gísli setur hann í sendinguna hér í fætur á Brynjólfur. Brynjólfur snýr, hann að snúa upp að endalínunni, lyftur hún síðan eða á fjærstingina. Þar gleyma Viktori Karli og Viktor Karl Einarsson að skora fyrsta mark sitt á leiktíðinni. Fyrsta mark Blika á leiktíðinni. Hann búinn að jafna markaskorun sína frá síðustu leiktíð þegar hann skoraði eitt mark í 14 leikjum fyrir Blikana. Á þægilegan hátt og fljótur að kasta hann út á Gísla. Gísli lítur upp, keyrir síðan af stað. Gísli Jónsson og þeir reyna að brjóta honum hérna og þeir náði að lokum og hér fyrsta gula spjaldi á Gróttumenn en síðan virðist Gísli hafa brotið af sér hann í kjölfarið og það verður allt vitlaust hérna. Það eru stimpingar á Kópavogsvelli. Vilhjálmur Almar var búinn að dæma þarna aukaspyrnu og broti á Gísla klárlega og þeir voru búin að reyna reyndar í þrígang að brjóta á honum og gula spjaldið klárlega að fara á loft en síðan í kjölfarið þá virtist einhver vera svona að hoppa yfir Gísla og féll við. Það Gabriel Hrannar sem að færi gula spjaldið hér frá Vilhjálmi. En hvort það verði síðan eitthvað þarna í kjölfarið. Já, Gísli Eyjólfsson fær gula spjaldið. Oliver með sendinguna og skallin frá Viktori og ná koma þessu frá gestirnir. Brynjólfur Darri snýr á vinstri hérna og hvert allan að fara. Hefði getað komið fyrirgjöfuna, leggur hann síðan út núna Gísli frá vinstri með skoti fyrir markið. Mikkelsen fær í sig og ekki rángstæður en boltinn fór bara af honum og út í teginn aftur. Hann komin aðeins svo langt þarna með hvernig sendingin kom. Sjáum þetta aftur hérna Gísli. Rángstæður lykt af þessu, flaggið fór þó ekki á loft. Það minnkar svona líkurnar á marki úr aukaspyrnu 40% leyfi ég mér að segja. Hér kemur Höskuldur en þetta fór af veggnum og aftur fyrir hornspyrna sem að Blikar eiga. Damir í fætur á Gísla. Gísli keyrir hérna staðar, reynir að losa sig frá varnarmönnum, kemur sér með sendinguna á teginn, Brynjólfur tekur hann niður, Brynjólfur með skotið en frábærlega gert þarna, já, Arnari Þór Helgasyni sem að hér í Kópavoginum. Þetta 97, frábyldur. Kristófer í fætur á nafna sínum, Kristófer í Orra sem að lyftur hann á teginn og Axel kemur á fleygiferð en Elvar setur hann hér aftur fyrir öðru hornspyrna. Andri stekkur út utan á og lyfti boltanum síðan á fjærstönginu og hér Tómas Mikkelsen, frábær markvarsla hins vegar. Já, Hákoni Rafni. Damir
frábæra skiptingu yfir á Andri leggur hann fyrir sig og Andri sé með sendinguna inn á teiginn. Tómas Mikkelsen skorar núna og það telur í þetta skipti. Það tókst í 4. tilraun hjá honum og Blikar að ná 2 marka forystu þegar að 10 mínútur eru liðnar af síðari hálfleik. Breiðablik 2, Grótta 0. Tómas Mikkelsen að koma sér á blað fyrir Blikana, skoraði 13 mörk í Pepsi Max-deildinni á síðustu leiktíð og hann ætlar sér svo sannarlega að gera svipaða hluti á þessari leiktíð. Frábær sending frá Andra Rafni Jóman og Tómas Mikkelsen, réttur maður á réttum stað. Breiðablik 2, Grótta 0. Lyfta upp boltanum út til hægri á Andra Rafn. Andri hætti við fyrirgjöfun og núna kemur inn á völlinn og kemur laumar honum inn á Mikkelsen. Mikkelsen leggur hann tilbaka en þarna engin Bliki fyrir gegnum pakkan. Viktor Karl kemur honum síðan fram á við hér út til hægri á Mikkelsen. Brynjólfur að koma með honum, Mikkelsen alltaf að fara sjálfur og fer hérna niður og hér eru vandræði. Hér Arnar Þór Helgason að fá sitt annað gula spjald og þar að leiðandi rautt spjald. Pétur vinnur hann að skallan og hér kemur frábært skot en það bara rétt yfir. Axel Sigurðarsson með þessa tilraun. Kemur sendingin inn á nærsvæði, þetta skalla frá. Boltinn skoppar hér til Viktors. Viktor kemur sér með sendinguna. Það kemur Gísli á flegiferð og Gísli hérna næri ekki að taka með sér. Hann samt ennþá í bartinu, Gísli ennþá með hann. Gísli Eyjólfsson en skotið hans hins vegar. Pétur að koma hann tilbaka, Oliver færir hann sér nú til vinstri á Kristoffer. Kristoffer stillir sér upp og kemur með sendingunni á teiginn og hér dauðafæri skallinn frá Axel Frey hins vegar framhjá yfir markið. Það Kvami Gí og Kristinn Steindórsson sem að koma hér inn á í stað Gísla Eyjólfssonar og Brynjóls Vilhelmssonar. Lífið betra með sigrum og stigum. Sjáum á 3 mínútum bætt við. Hér Kristinn Steindórsson, Kitty Steindórs hérna að dansa hann á teignum. Kristinn Steindórsson sem að skoraði ekkert á síðustu leiktíð og ég held ekkert leiktíðina þar á undan. Hann stimpla sig inn hér í Kópavoginum á gamla heimavöllunum með frábæru marki. Fékk hann þarna rétt inn í teignum, dansaði aðeins með hann, sett hann yfir á vinstri og smelt honum upp í vinkilinn fjær þar sem að Hákon Rafn náði ekki til hans. Breiðablik 3, Grótta 0. Sjáum hérna að fara rétt utan vítateigins fyrir á teiginn, fer af hægri yfir á vinstri og bara bang og mark hjá Kitta Steindórs. Það ekki annað hægt en að gleðjast með Kitta Steindórs. Það svo langt síðan hann skoraði og hann svo verið búinn að týna öllum markaskónum sínum. Hann búinn að finna þá hér á heimavelli fyrir Blika og Blikar búinn að skora 3 mörk hér í fyrsta leiknum undir stjórn Óskars Hrafns. En